fyrir langa löngu í landi sem heitir Palestína. Sagan hans með því að engill kom í heimsókn til ungra konu sem hét María. Engillinn hét Gabriel og kom með skilaboð til Maríu frá Guði. Þegar Gabriel birtist var hann hrædd. Vertu ekki hrædd, sagði Gabriel. Guð hefur valið þig til að vera móðir Guðs sonar. Hann verður þýðingarmesta ungbarn sem fæðst hefur og þú skalt láta hann heita Jesú. Skömmu eftir þetta giftist María trésmið sem hét Jósef. Annar engillinn hafði áður sagt Jósef frá barninu sem María átti í vændum og Jósef lofaði því að hann myndi elska Jesú eins og hann væri hans eigin sonur. Þegar þetta gerðist var keisarinn í Róm að láta telja allt fólkið af því að allir áttu að borga skatt. Hver og einn átti að fara til borgarinnar þar sem hann hafði fæðst og láta skrásetja sig þar. María og Jósef áttu í Nasaret, en Jósef var fæddur í Betlehem. Þess vegna þurfti María og hann að fara þessa löngu leið til Betlehem. María sat í baki í asna alla leið. Þegar þau komu til Betlehem var María mjög þreytt og barnanna gat fæðst á hverri stundu. Við verðum að finna einhvern stað til að hvíla okkur, sagði Jósef. Þau héldu beina leið að næsta gistihúsi en gistihúseigandinn varð að vísa þeim frá. Því miður, sagði hann, ekkert herbergi laust. Þau fóru hús úr húsi og leituðu að hvíldastað, en það var morgungestir í Betlehem og alls staðar fullt. Seint síðir þegar dimmt var orðið fundu þau fjárhús. Eigandinn var góðviljaður og flutti dyrinn til í húsinu og gaf aðstæðnum hennar Maríu fóður og vatn. María bjóst til fletur hegi og kom sér þar eins þægilega fyrir og und var og þessa nótt fæddist barnið Jesús. María vafði klæðið um barnið sitt svo því væri hlýtt. Jósef setti mjúkt hegi í jötu og bjó þannig til bestu vöggu. Á hæðum umhverfis Betlehem voru fjárhirðar sem gættu kindana sinna. Allt var kyrrt og rótt. Skyndilega ljómaði afar skært ljós. Hirðarnir fengu ofbirtu í augun. Þeir tóku höndum fyrir andlitið og urðu mjög hræddir. Þá talaði rödd út úr ljósinu. Það var engill. Verið ekki hræddir. Það fæddur konungur í Betlehem, barn sem er sonur Guðs. Farið og sjáið hann. Þið munið finna hann í fjárhúsi liggjandi í jötu. Fjárhirðarnir gátu varla trúað eigin eyrum. Þeir voru alveg steinhissa. Við verðum að flýta okkur til Betlehem, sögðu hirðarnir þegar þeir höfðu jafnað sig. Fyrst aðgættu þeir hvort kynntikjörðin væri óhult, síðan hlupu þeir niður brekkuna til að leita nýfædda konunginum. Það var hljótt á götunum í Betlehem þegar hirðarnir leituðu á fjárhúsinu. En allt í einu heyrðu þeir hljóð. Það var barn að gráta. Það var auðvelt að finna fjárhúsið. Komið inn, sagði María. Það var eins og hún hafði verið að bíða eftir þeim. Hirðarnir gengu inn og fundu Jesú í jötunni, alveg eins og engillinn hafði sagt. Þá sveimur
Nú segir frá því að 3 ríkir og vitrir menn sem áttu heim í öðru landi langt frá Betlehem. Þeir höfðu eytt mörgum árum í að rannsaka stjörnurnar. Nótt eina sáu þeir nýja stjörnu. Hún var bjartari en nokkuð sem þeir hafðu áður séð. Vitingarnir 3 voru vissir að hún væri tákn að nýr konungur væri fæddur. Þeir söðluðu úlfaldana sína og fylgdu stjörnunni. Hún leiddi þá hæðir gegnum eyðimerkur og meðfram ám og fljótum. Stjarnan fagra vísaði hana veg leið alla til Betlehem. Hún skein beint yfir fjárhúsinu þar sem Jesús lá. María og Jósef buðu vitringana velkomna. Þeir voru prúðbúnir og báru dýrmæta skartgripi. En þegar þeir sáu Jesú gripu þeir á áhrifin á gálfinu og tilbáðu hann. Vitringarnir 3 gáfu Jesú gjafir. Gull, reykelsi og ilmandi myrru. 3 sérstakar gjafir handa nýfæddum konungi. Og þetta sagan fyrstu jólin fyrir mörgum árum.